Já, verið velkomin aftur hérna með okkur í súkkulaði karamellunar. Strákar, í dag 13. febrúar. Já. Það er öskudagur og merkistagur fyrir öll svona yngri börn. Já. Fá náttúrulega nammi inn í dagurinn árið sem þau fá frýtt nammi. Já. Og Halloween líka. En strákar, dagurinn í dag er mjög merkilegur. Fyrir svona, já, hvað voru 335 ár síðan viðurkenndi sjálfstæði Portúgals. Nú. Þeir eru sjálfstætt land fyrir 335 ár síðan. Já. 1988 þá hófust vetrarólympíuleikarnir í Calgary í Kanada. Það var mjög merkilegt. Jú. Dow Jones vísitalan komst í fyrsta sinn yfir 7000 stig á 1997 á þessi degi. Nei. Jú. Sæt. Það er stórmerkilegt. Og fyrir 12 árum eða árið 2001 reið jarðskjálfti 6,60 á Richter yfir El Salvador og að minnsta kosti 400 manns létu lífið. Ert að grínast? Nei. Tjóðis rugl. Þetta er svona það helsta sem hefur verið að gerast í dag. Já. Í fortíðinni. Þetta er ekki mikið fleira? Þetta er ekki mikið fréttir eða eitthvað svoleiðis? Fleiri fréttir? Jú, svo náttúrulega er bara, það er náttúrulega Gunnar Nelson bardagi á laugardaginn. Og föstudaginn? Nei, Gunni Nelson er að berjast í Jorge Santiago á laugardaginn, 16. febrúar. Það var eitthvað regla. Já. Svo er leikur í kvöld. United Real Madrid, en við komum inn á það seinna eftir. Ef að taka símarekk, strákar? Já. Hvort viljið taka síma eða truflað símtal? Bara truflað? Truflað símtal? Í hvern, ef að hringja bara í eitthvað fyrirtæki bara Já, eitthvað bara, finnum eitthvað. Og taka truflað símtal? Já, finnum eitthvað gott. Hvert ef að hringja? Ef að hringja í hótel og vera að panta gistingu eða eitthvað? Já, eitthvað svona. Eitthvað gott. Já, það er sko einhver að hringja og vera að tala annar að tala yfir. Já, á ég að vera að tala við þau og ég skal trufla. Og Gabriel truflar, ok. Gjör það. Númer. Hvert vil ég hringja? Hótel Ríkjavík eða eitthvað. Nei, það segir svona. 1919. 1919, förum á 1919. Þú reyndar að láta mig fá númerið. Já, réttu því bara. Já, 1919. Ekki segja það samt. Nei. Já. Það er smá tíma þessu að gera alveg finna svona númerið og svo. Já. En Gabriel, hvað varst þú á öskudaginn í dag? Já, ég var kokkur. Ég var ekki alveg búinn að ákvæða í gær í þættinum í gær, en síðan bara, frændi minn er kokkur og hann gæti alveg lánað með fötin sín og svona, en Hvað varst þú, Óli? Herri, ég var Super Mario. Já. Bara klassísir. En þú, Alexander? Herru, ég var rockari, eða þú veist, já. Hann heiti Stacey Dax, hann var í myndinni Rock of Ages. Þetta er frábær karakter. Já. En herru, var hringja? Við hringjum. Já, hringjum. Radíusson 1919 veit ekki. Já, góðan dag. Góðan dag. Er þetta panta borð hjá ykkur á föstudaginn? Á föstudaginn næsta? Já. Nei, þennan föstudag. Já. Nei, þennan, hvað ertu að rugla? Ertu með tilboð? Hvað ertu að panta? Nei, ég er bara að fara að panta fyrir svona 5 manna hóp. Nei, 6. 5 manna hóp? Já, 5 manna hóp, Taktu mig með. Taktu mig með. Já. Fyrirgeðu. Taktu mig með. Er eitthvað annar á línunni eða? Er þetta ekki að þér? Nei. Ó, ég Ég held ekki. 6 Ég manns. heyr ekki hérna hjá mér. Nei. Það er svo þessi 2 manneskjur. Hvað sagðirðu? Hvað, fyrirgeðu, já, er þetta að fá að panta borð á föstudaginn? Á föstudaginn. Hvenær varst að hugsa að spá? Svona 7:30 leið. Nei, 4, hvað er 4? Þetta var ekki 6 maður. Má ég sjá. Nei, 4, hvað er 4? Hvað ættu þú að segja maður? Allt ekki á því. Fyrirgeðu. Er einhver hjá þér að Nei, það er enginn hér. Ertu vissum að það er enginn á línunni þetta? Já, ég sitt bara hérna heim í stofu, sko.
Ok. Það er klukkan 7, gott að senda mín. Hvað, já, það er rétt hjá þér. Það Komdu er eins og til sé einhver inn á línunni hjá okkur. Já. Hvað, Viltu prófa að hringja snöggvast aftur? Herðu, ok, Þetta er fínt svona. ég skal prófa það. Herðu, Ekki bíddu. Ok. Ok, Það er svona... Ekki fara. Þetta hefnaðist búin bara vel. Já. þetta var flott. Ef að hringja aftur, já. Hringum í eitthvað annað. Ef að hringja aftur og vera svona að bíða í smástund og svo og svo truflast þetta aftur eins og þetta sé fyrst í lagi ekki Já. og svo truflast þetta aftur. Já. Ef að gera það? Sérst það sama? Já. Já, gerum það. Helga, hvernig er þetta? Já, ég gleymi mig stundum. Það sé ekki á það bara. Það er svona 1919. Já, góðan dag. Góðan daginn aftur. Herðu, já. Mér heyrist enginn annar vera á línunni. Nei, ég held þetta, sé í lagi núna. Já, sem sagt, á föstudaginn er möguleiki að fá svona borð svona 7-leytið, 7:30 leytið á föstudaginn, fyrir 5. Nei, 4. Það er, já, þetta er greinilega eitthvað, er línan eitthvað biluð hjá ykkur eða? Nei. Er hún tengd sama við eitthvað annað, við einhverja aðra línu þarna í kring eða eitthvað? Ekki svona sent. Nei, hún á ekki að vera það sko. Ég hef aldrei lent í þessu áður. Nei, ég bara, skil þetta ekki, ég er bara að reyna að panta borð. Ok. Allavega, já, svona 7:30 á föstudaginn, er það ok? Ekki svo seint. En það er reyndar svolítið mikið að fólki búið að panta á þeim tíma. Já, bara Er reyndar líka 8. Má sjá, 6, 7. við erum 6. 6, hvað? Nei, það er einhver að trufla okkur hérna á línunni. Já, greinilega. Þetta er næstu viku. Hvað sagðirðu? Þetta er næstu viku. Nei, ég er að panta borð á föstudaginn. Næstu viku. Hvað er tíminn? Heyrðu, ég prófaði þá kannski bara að hringja aftur seinna. Ekki fara. Vertu hjá mér. Herðu, allt í lagi. Heyrðu, ok. Bless. Ég elska ekki fara. Herra, þetta hefnaðist nú bara vel aftur. Strákar, Þetta var snilld. Þetta var snilld. Ef að hringja nú eftir og leirist þetta eða? Já, það er fínt. Já, faraði ekki að hringja í rafvirkja eða eitthvað og láta skoða línur höfðis. Já, verður við ekki að gera það. Ringjur öðru síma bara og láta vita þessu. Nú fara nú ekki að hafa einhver áhyggjur að það sé allt bíla þarna. Þetta allavega hefnaðist rosa vel. Já. Strákar, Óli, þú ert með slúður. En áður við förum í það þá eigum við bara að taka lag. Jú. Já, verið velkomin aftur í þáttinn okkar með okkur súkkulaði karamellunum. Við erum sætir eins og alltaf, en hvað segið þið? Óli og Gabriel, þið eru með eitthvað smá slúður handa okkur. Já, ekki mikið samt en. Byrjum á því að Angelina og Brad Pitt voru eina dóttur hennar sem er í mynd með Angelina Jolie og hún er einhverju svakalega há laun, eitthvað $3,000 á viku. Þetta er bara eitthvað, ég var ekkert á móti vera dóttur eða sonur eða eitthvað svoleiðis. En þú, Óli? Ég var ekkert á móti því sko. En þú með eitthvað? Er ég með eitthvað? Já. Herri, látum okkur sjá. Er eitthvað íslensk slúður í þessu blaði sem þú lesa? Óli, Gabriel, eru þið með fleira slúður eða? Já, við erum með eitthvað hérna, Ég er með eitthvað. Það er Ornella, hún fjarlægi sílikonbrjóstu sín. Já. Áhugavert. Já, við erum með Herðu, þið eru ekki með meira slúður en Nei, það er ekki slúður í dag sko. Hvað segið, eigum við að hringja og tala lagið eða ef að gera það eftir? Ef að gera það núna? Já, bara alveg saman, jú. Herðu, ég var að spá í að taka lag sem heitir, sem kannski ekki allir landsmenn elska en það heitir Ég á líf. Eða við taka annar lag? Eurovision-lagið. Já, Eurovision-lagið. Já, og fatta þú strax. Er það auðljóst? Já, Það er kannski alltaf þetta nýtt, vinsælt þú eins og veist. er. Já, kannski. Fólk getur bara allt á netinu og blöðunum. Heyrðu, þá finnum við bara eitthvað annar lag. Hvað lag við taka? Hvítur skór eða eitthvað svoleiðis? Nei, Ekki? ég finn ekki textan eins þar. Ekki? Bara eitthvað, þú veist, hvað? Eitthvað íslenskan?
Já, eitthvað íslenskt. Ég Eitthvað sem samt með, þú veist, texta sem alveg svona En þú veist bara hægt að svara. Eitthvað Máski Trausta eitthvað svoleiðis. Eða það? En hvað heitir eftir lagi hana, hvað það? Stingum af eða eitthvað, þú veist, ekki hægt að taka eitthvað Já, með taka Stingum af. Þú veist, þá getur þú sagt eitthvað, þú veist. Heyrðu, hvað með kletturinn með Múkisson? Já, jú, það er. Já. Prófa Já. það, býða þess þegar fyrir að texta niða. Í hvernig alltaf að hringja? Já, nákvæmlega, við erum að ákveða líka hvert eigum að hringja. Eigum að hringja. Er það fyrirtæki eða hvað? Já, sko. Eitthvað á Suðurnesjunum? Já, með ekkert endilega, bara einhverstaðar, eitthvað fyrirtæki. Eitthvað gott. Hringjum einhvert, þú veist, þegar við fáum eitthvað svona skemmtilegt. Það er ekki gaman að hringja bara og það er skellt á matrax. Já. Hringjum Hringjum einhvern norður. Hringjum einhvern norður, hringjum í Brynjus. Brynjus og finna númerið. Herðu, númerið, Já. Finnum það hérna. Við ekki hafa bara eitthvað eitt lag meðan við finnum þetta? Já, góðan daginn. Heyrðu, strákar. Já. Ef við ekki að hringja annað símtal, þetta var svo skemmtilegt áðan. Já. Það er ekki bara málið? Jú, hringi Brynju í Akureyri. Vonum að þið sé ekki að hlusta þar. Nei. Við ætlum að syngja, eða tala lagið. Við ætlum að nota lagið Kletturinn eftir Múkisson. Brynja, Já, góðan daginn. daginn, Hérna er ég að tala við Brynju í búðinu á Akureyri. já, Já, heyrðu, hvað þú sagðir? Ég var að spá, er þetta að panta ísveislu hjá okkur eða eitthvað? hvað segirðu? Er þetta að panta hjá okkur ísveislur eða eitthvað svo leiðis? Nei, því miður. Er þið ekki með svona að Þið bara mætið og kaupið það sem viljið, sko. Já, ok. Já. Af því að nefnilega, þeir kölluðu mig Klett. Hvað segirðu? Þeir kölluðu mig Klett og en dropinn hann Hólarstein. Ég heyri ekkert í þér, sko. Þeir kölluðu mig Klett en dropinn Hólarstein. Ha? Nú sitt ég einn hérna á gangstétt og ég man ekki leiðina heim. Já, ok. En ég þarf að afgreiða, þannig að ég get ekki verið að tala síman. Stytta á leið. Ég heyri ekkert í þér. Já, en svo á er bæði djúp og breið. Heiði. Þarna fór hún. Hún var orðin svolítið pyrrð á þessu, þannig að Það er mikið að gera annað, sko. Brynjus, þetta er ekkert En eitthvað. hún vildi ekki útbúa handa okkur ísveislu. Nei. Þá vitum við það að það er ekki hægt. Við erum að fara til Akureyrar til að græða þetta. Já, komið þið sæl og blessuð, þið eruð að hlusta á súkkulaði karamellunar. Við verðum með ykkur alveg hérna í góðan klukkutíma og kortér í viðbót. Það er margt framöndan hjá okkur strákar, hvað eigum við að gera næst? Eigum við að hringja annað símtal eða eigum við að gera... Já, ef við ekki gera þetta aftur, þetta var eitthvað rosalega stutt á það. Já, hún var ekki alveg að taka nógu vel í þetta hjá okkur, þannig að við hringjum bara í, úrillu góluna núna? Jú, það ekki bara. Jú, eigum við að grínast eitthvað með það að ég vilji leigja bás í kvöld. Náttúrulega, það er stórleikur í kvöld, Man U Real. Já, Man U Real. Og flippa bara eitthvað með það. Ég vilji leigja bás bara eitthvað hvar sé best að vera upp á tjaldið. Og ég vilji leigja einhverja 3 eða 4 bása eitthvað því við erum að koma ykkur í 20. Og ég vilji bara, og ég sé svona gaur og ég vil ekki hafa hann innan nálægt mér, þú veist. Þannig að það eiginlega má ekki vera mikið læti þarna. Bara vera rugli einum eins mikið og getur. Já, og svo eitthvað, þú veist, með eitthvað leiðandur. Hringjum bara. Já, hringjum. Já, það er bara tali. Herru, eigum við þá að hringja bara... Pröfu hitt númerið? Hitt númerið, já. Það hringir. Kási? Já, góðan daginn. Er hægt að panta mat hjá ykkur? Hvað segirðu? Er þetta að panta mat hjá ykkur? Panta mat? Já, og fá hann svona heimsendan. Nei, við erum ekki með neina heimsendingu. Nú, en
En Dominos og svona fyrirtæki, þau eru með heimsendingu. Já, við erum ekki með heimsendingu. Ok, en... Þú getur komið til okkar í lúuna. Ok. En hvernig mat eru þið með? Eru þið með pizza? Við erum bara með kjúkling. Eru þið ekki með hamborgara? Við erum með kjúklingaborgara, jú. Ok, en getið þið gert svona kjúklingapizzu? Nei, því miður. Ok, má ég ráða hvað á hamborgaranum mínum? Heyrðu, ég heyri svo illið. Má ég ráða hvað á hamborgaranum mínum? Hvað segirðu? Má ég ráða hvað á hamborgaranum mínum? Já, við erum með kjúklingaborgara, þú getur ráðið grænmeti sem við erum með. Geturðu sett svona gula baunir á borgaran? Eða svona inn í kjúklingin? Nei, því miður. Heyrðu, ég þarf að skjótast aðeins. Heyrðu, ok. Afsakið. En með heimsendinguna, ef ég borga alveg 10.000 kall, geti þá fengið þetta sendt heim? Hvað segirðu? Ef ég borga svona 10.000 kall, geti þá fengið þetta sendt heim? Nei, því miður, við erum bara ekki með neina heimsendingu til stað. En ef ég borga meira? Býttu, hvar ertu? Ég bara í Keflavík. Og getur ekki séð þér fært að koma hingað bara? Nei, sko, af því að kona mín tók bílinn minn og ég alveg bíllaus. Hann hlýtur að geta fengið eitthvað annan til að geta skotið fyrir þið. Eða bara sleppt þið að koma. Við erum bara með ekki neina heimsendingu því miður. En ok, getið fengið svona gular baunir á hamborgaranum? Við setjum ekki gular baunir, þú getur keypt hérna maístöngla og skoraði niður og sett það sjálfur á hér. Ert þú að gera eitthvað at hérna? Það þurfa að hringja lögregluna. Þetta var rosalegt. Hann var ekki ánægður hann til lokin. Hann var dálítið pirraður. Byrju, var hann dálítið pirraður eða? Mér heyrist það, ég ætla ekki að fara að gefa Já, ég var út í hotni bara í látuskasti, sko. Það hefði verið fyndið ef þér sagt að vera kaldur ef þau komið sækjan yfir að lappa. Já, ef ég hefði viljað fá, sko, kaldan borgara eða eitthvað. Og þetta, á hverju, þú veist? Vá. Ég hugsa að við tökum okkur smá hlé í símarekkjunum eftir þetta næsta lag. Hvað segir þið það, strákar? Já, við förum bara eitthvað í íþróttir eða eitthvað svoleiðis, íþróttafréttir. Fá að hlæja nóg að þessu. Við tökum lag eða svona 2 lög og fáum svo fréttir og... Já, góðan daginn. Heyrðu, víst að við finnst okkur gaman að gera svona símarekki svoleiðis. Það ætlum að hringja í pizzahúsið og ætlum að gera svona dálítið skrítið símat. Óli, er ekki búin að koma inn í númerið? Við ætlum að hringja inn og segjast vera hræddir við fólk, segjast hvort þeir getur komið með pizzuna heim til okkar. Sko, við myndum láta peningi liggja fyrir utan, svo myndum þeir fara, þeir myndum koma, taka peningin, skilja pizzuna eftir og tökum hann á hvort að því við erum hræddir við fólk. En herru, það einhver hringin á línun, þannig að við ekki bara svara því. Jú, svara því fyrst. Já. Góðan daginn. Þetta Keflin. Við segjum bara gott, hver þetta? Þetta Tony Legend. Já. Já, blessaður. Eru ekki Óli hana? Jú. Jú, Óli þetta. Óli, blessaður Legend. Blessaður, Tony. Eru menn spenntir fyrir leiknum kvöld eða? Já, hvenær hann áttur? Gauður, það ekki æfingi kvöld og við erum bara að fara að horfa á United leik, sko. Nei, ekki æfingi kvöld.
Nei, þetta er bara pizza 1845 út í Höll. Byrju pizza 1845 upp í Höll? Nei, 1945. 19? Nei, ekki út í Sunnubraut. Upp í Sunnubraut 1945? Já, kallinn, 500 kall. 500 kall? Og eru þú bara að horfa á leikinn? Já, svolítið mikið sko. Þessi snill. Ég nefndi þetta allar leið. Er þetta á Facebook eða? Já, þetta er á Facebook. Snill. Milli tilli. Þetta voru bara geðveikur leikur. Já, Óli, farðu þér að gera eitthvað almennilega símarhæksna, ég er búinn að hlusta þér. Herru, ég er ekkert búinn að vera gera símarhækki. Það er að koma geðveikur hækkur smá. Já, við ætlum að það er nú bara rétt að vona það sko, annars hætti ég bara að hlusta. Ég mátti ekki hætta að hlusta, maður. Nei, það er að frælið maður, auðvitað að hlusta, Óli. Já, auðvitað. Ekki, heyri þér. Já. Bye. Bye. Já, hvað segir þið? Ekki fara að dempa okkur bara í hrekkinu? Jú. Ekki bara málið. Herru, ég hringi bara. Pizza, góðan daginn. Góðan daginn. Daginn. Og þetta pizzahús? Já. Ok, ég vil hann að panta pizzu. Og hann að hvað er þetta að setja mikið álegg? Hvað er þetta að setja mikið? Já. Hvað er svona maximum, sko? Hvað Má sjá, byrju. Hvað er þetta að setja margar álegg? Bara eins margur og fólk vilt sko. Já, það kostar auka. Ok, herru, bara eins mikið og vilt. Herru, ok, ég vil þú veist, drullu mikið af öllum áleggjum sko. Öllum áleggjum? Já, sko, ég ætla samt bara að segja, þú veist, hvað ég vill, skilurðu? Ok. Ok, ég er að spá ef að, ég ætla að fá, þú veist, auðvitað sósu á pizzuna mína, bara svona basic sósu. Hvað segir þið? Ég heyri ekkert í þér. Bara sósu. Getur þú talað hans, herra, ég heyri ekki neitt í þér, sko. Sósu? Ég vil fá sósu? Já, sósu. Já, ok. Já, og herri, svo bara ost. Ok, það er alltaf á pizzunni, sósa og ostur. Já, ok, meinar. Ok, ég vil fá gúrku, er það hægt? Gúrka? Já. Herri, nei, það er ekki hægt að fá gúrku. Æj, herri, ok, ég skal koma með eitthvað. Segjum bara pepperoni. Pepperoni? Já. Já. Og, hvað viltu stóra pizzu? Stóra? Bara, hvað er í boði? 12 eða 16. Herri, ég vil fara að fá 12. Ég er nefnilega bara aðeins heim í kvöld, sko. Já, ok. Er hægt að fá gula baunir? Nei, það er ekki hægt að fá gula baunir. En hreindýrakjöt? Er þetta eitthvað bull eða? Nei, alls ekki sko, mér er alveg döð alvara. Þú ert með pizza með gulum baunum, gúrku og hreindýrakjöti? Já. Ég er ekkert að djóka í þér sko. Já, því mér er það bara ekki hægt að fá það hér. Ok, en nei, hefði, ok, ég vil bara fá, þú veist, bara papriku eða eitthvað svoleiðis, er það hægt? Já. Ok. Hvað er ég komið með? Halló? Herru, sambandið slitnaði. Ok. Herru, slitnaði sambandið. Óli, þú varst að fíla hana? Já, ég fekk samt ekki að segja seinasta sem ég langaði hrikilega mikið að segja. Hvað var það? Því ég myndi, þú veist, klára að setja álegg á pizzuna mín, þá myndi ég segja, þú veist, geti ég keypt pizzuna, komið með hana heim til mín og setja hana fyrir utan hurðina mína og keyri. Ég tek pizzuna, set peninga út, þið koma að ná í peningin og farið. Og þú veist, hún spyrir auðvitað bara af hverju
og þá segi ég er bara skítræddur við fólk sko. Þú veist. Við getum pröfað eitthvað aðra. Við getum farið í Dominos eða eitthvað Eða hvað, við bara hætta þessu. Ef að fara í hérna afmælisbörn eða hvað, viljið taka annan hrekk? Annan hrekk? Það er málið. Ég er ekki svolítið mikið að hrekkum. Jú, þetta er alveg nóg. Nú í dag allavega. Nú í dag. Já. Hérna... Ef við kannski opnaður síman? Jú, við getum opnað fyrir síman. Hérna, já, er eitthvað sem að þið viljið tala um, þið sem eru að hlusta. Hérna, er eitthvað sem ykkur liggur á hjarta, viljið þið tala um eitthvað, finnst ykkur veðrið gott í dag, viljið þið bara tala um eitthvað? Já, veðrið er rosalega flott í dag, Viljið þið tala um leikinn í kvöld, viljið þið tala um hvað þið borðuð í morgunmat, þá megið þið hringi núna. Pálmi er kominn. Já, Partíið er byrjað. Pálmi er kominn í stúdíóið, nú getið þið spurt okkur, þið getið spurt okkur spurningar líka. Hérna, bara, ef þið viljið hringin, þá megið þið hringin. Ef þið viljið bara tala við mig persónulega, þá megið líka hringin. En hvernig aldrei að leikunum fara í kvöld? Annarkvort, það er tvennt. Annarkvort vinnur United 1-0 eða 2-0, eða þá vinnur Real Madrid United 4-1. Heyrðu, talandi um fótbolta, þá á fótboltamaður, mjög merkileg fótboltamaður, afmæli í dag og hann heitir Rafael Marquez, hann er mexíkóskur fótboltamaður. Og hérna, svo er annað afmælisbarn í dag. Hann heitir Robbie Williams. Og hann er ensku söngari. Er það ekki uppáhalds söngari þinn, Gabriel? Jú, ég vissi alveg að þessu. Ég held að koma bara með þetta síðast en þú veist alls það samir. Þú veist ekki það. Ég elska hann. Það er bara ef hann hlusta. I love you, Robbie Williams. Svo er líka Luis Sao, hann er líka fótboltamaður frá Brasilíu, hann á líka afmæli í dag. Luke Rittenauer er bandarískur körfuboltamaður, hann á afmæli í dag líka. Þekkið þið einhvern sem á afmæli í dag? Öskudagur á afmæli í dag. Já, það er öskudagurinn í dag, við vorum núna að tala það. Ég var doktor. Varstu doktor? Ég var doktor Pálmi, þú veist, ég er bæði doktor og vísindamaður. Já. Meinar? Ég er ekki að plata. Ertu ekki að plata? Ekki að plata. Og ætlar að vera þessu í framtíðinni eða? Ég ætla að vera hálfur ítalskur og hálfur BMT. Já, meina. Já, og svo ætla ég að vera með pínu að gúrkum og þarna kjötunni sem þú sagðir áðan, Óli. Já. Hreindýra kjöt. Já, en það vantaði eitthvað, þú þarna fórst og við erum að hringja núna í Dominos. Já. Og segja þetta sem hann sagði hann, Óli, með heimsendinguna. Eða ekki, joke. Það er komið aðeins og mikið að hrekkjum í dag sko. Já, kannski á morgun. Kannski á morgun. Hérna, fyrst að Robbie Williams á afmæli í dag, er þá ekki málið að fá bara á eftir fyrir því, Gabriel? Nei. Eitthvað lag? Nei. Jú. Eitt óskalag. Eitt óskalag á eftir. Eitt Robbie Williams. Hringið inn eða viljið ekki. Í endan þá með að hafa bara hvað Robbie Williams. Hringið inn, þið fáið, ef enginn hringir innan 10 sekúnda, við skulum bara hafa smá 10 sekúnda þögn. Ef enginn hringir á þessu 10 sekúndum, þá spilum við Robbie Williams lag fyrir Gabriel í dag. Og ef það hringir enginn inn innan við mínútu, þá þurfum við að spila 2 Robbie Williams. Já, ok. Nei, bara 30 sekundur. Ok, ef við ekki að byrja hann. Ég ætla að setja tæmir á síma minn. Hringi núna og ég segi 3, 2, 1. Ok, 3. Ok, ef við svara honum? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Ég er ekkert að setja mig við þetta Robbie Williams, sko. Já. Og hver er það? Hver er í símanum? Hvað heitir þú? Ég er Davíð. Davíð hvað? Er þetta Davíð í fótboltanum? Nei. Er þetta Davíð í körfuboltanum? Nei. Ok, Pálmi, þetta breytir yngur. En Davíð í handboltanum? Nei, ég er bara Davíð, sko. Já, hann Davíð, já. Ég kannaðist óslega við þig. Ég er bara býð ekki eitt svona Robbie Williams þar, sko. Nú, akkur, hvað, þólar ekki Robbie Williams eða eitthvað svoleiðis? Fílar ekki bringuhorn? Hann er bara Bob Marley, sko. Já. Bob, ertu svoleiðis? Davíð, er eitthvað sem þú vilt tala um í dag? Finnst þér veðri gott eða viltu tala eitthvað sjálfa þig? Hvað búning varst í? Já, hvað varst á öskudaginn? Ég var bara svona spandexskalla, sko. Já, sá Davíð? Ég held þú var annað Davíð. Er þetta nokkuð Davíð og Góliat? Nei, ég vona ekki. Já. Hvað er þið hár?
Ég er 1.74 eða eitthvað. Ó, gamli, hvað er þungur? 60 kíló. Vá, ok, cool. Kom með þetta. Herðu, Pálmi ætlar að senda þér SMS á eftir. Það var gaman að tala við þig, Davíð, og við spilum kannski eitthvað Bob Marley fyrir það, það er aldrei að vita. Eftir að Já, byrja. takk fyrir það. Ok, takk bæ. Bless. Takk bæ. Svekkjandi fyrir Gabriel. Já. Hann á samt ammæli, hann á skilið Já, hann, Við gerum það í lókið þegar allir hættir að hlusta. Allir að hlusta. Herri, það var ekki við, 10 mínútur í 7 þá kemur eitt röppivélanslag. Það þarf alltaf 10 mínútur eitt svona lag, nei. En hvernig heldur þú, Óli, að leikurinn fari? Ég held að hann fari, þú veist, annarkort er vörnin hjá Manju bara, þú veist, að klikka eða eitthvað og ég myndi segja bara svona annarkort Real Madrid vinni með 2 mörkum eða Manju er að vinna með 3 eða eitthvað. Persi að skora. Ég held að Persi skorar 8 mörk í leiknum. 8? Já. Já, og ég heiti Jónas. Við skulum nú gefa Real Madrid smá breyk þó að Casillas sé ekki í markinu. Og talandi meistaradeildina, þá vann Juventus í gær upp á Sleimi. Já, það er víst að þeir séu ennþá það er víst ennþá verið að borga dómarunum. Ég sá það alveg. Já, það var átt að vera held ég 2 víti allan, ég horfði á hann allan. Er Ferguson að hjálpa til eða? Nei. Fengu við ráð hjá Ferguson hvað Hann er ekkert búinn að vera eitthvað að hjálpa neitt. Já, þjálfarinn er búinn að vera dómarinn er búinn að vera góður hjá United senstu leikum. Það er bara, já, geðveikt góður bara. Og talandi leikinn í gær. Já, herru, var það rautt spjald til Zlatan? Hringið inn. Nei, greinilega var þetta ekki rautt spjald á Zlatan. Enginn hringdi inn. Þá var þetta ekki rautt spjald. Mér fannst þetta kannski að minna númerið eða? Já, herru, hringir ykkur. Og hvað erum við fræk? Halló? Góðan daginn. Hver er það? Er það Tony? Ég veit hvað þú ert heima. Já, er það Tony Legend? Halló? Hann skellti bara á. Já, það var Tony Legend. Já. Maður heyrði hvernig hann talaði. Já. Það gæti að það verið einhver annar. Hann líka veit hvað ég á heima. Númerið er 490-0197. Þið bara bjallið ef það er eitthvað. Eða 49-00-197. Eða 49-01-97. Þeir ráðið. Nei, það vantar 1-0 á milli. Nei. Jú, 49-01-97. Ég sagði 490-01-97. Það er rétt. Hækkaði í hernatóluninu. Gosh. En heyrðu, ef ekki bara, þetta er alveg svolítið vandræðalegt, ef ekki bara að láta eitthvað skemmtilegt laga á. Jú, heldur mig eitthvað skemmtilegt. Já, góðan daginn, þið eruð komin aftur hérna með okkur súkkulaði karamellunum. Karamellunnar. Já, karamellunnar. Eruð þið ekki í ferskistur okkar? Jú. Ég er með nokkra fréttir. Þið vitið hérna Dorner, gaurinn, að löggan sem drap 2 löggur og er núna búin að drepa 4. Já. Hann er talið að hann sé látin, en það er ekki búið að finna líkið. Vá, hann er gróð prumpa. En Óli. Já, þetta var Óli. Já. Hann er illt í maganum. Já. Hann er spenntur fyrir leiknum. Greiði strákurinn. Þetta var Þorvaldur. Þorvaldur kom og prumpaði. Já, Þorvaldur er mikið í svona kom inn í stúdíu og hvort öðrum og prumpa. Það er svo gaman. Það er þetta grínast. Hvað það að segja með þetta, þú veist, hvernig byrjaði þetta? Hvaða gaur er þetta sem þú veist tala um? Þetta er einhver gaur, hann var í lögga og svo hætti hann að vera, hann var ennþá lögga og hann drap einhverju löggu og svo yfirmanni sinn og svo kærasti löggunar. Já, dóttir stjórans og kærastan. Og svo lenda hann í einhverju svona að var að skjóta löggur og þú veist, og löggunum voru að skjóta hann og það er samt ekki búin að finna líkið en hann samt talinn látin. En byrju, þú veist, af hverju var hann að skjóta? Af hverju ekki? Nei, hann er bara klikkaður og svona menn eiga bara verið í fangilsi og eru, eða látnir, það var líka einstæð móðir í Reykjavík sem var rænt. Hún var í háskóla og var bara rænt öllu, bara allt farið. Bara allt farið frá heima hjá henni. Heima hjá henni? Já. En hún er í háskóla og er einstæð móðir. Það er sumir mjög skrýtnir. Og ef þú ert að hlusta, þá vildi ég að þú skilir dótinu. Vildi bara ræna? Annars mæturu Steinda. Ræna dótinu? Bara bókað dótinu hennar.
Og byrju, ekki búið að finna sem var búin að ræna? Nei. Tjöfisins. Já, það mjög leiðilega fréttir núna. En við erum einhverjar góðar. Það leikur í kvöld. Það leikur í kvöld. Hvað þarna, hinn leikurinn ekkert það spennandi en það samt leikur. Þannig, það fótbolti. Og fótbolti mjög góður leikur. Já. Talandi fótbolta. Fótbolti svona leikur sem með bolta og þetta sparka í mark hjá andstæðinginu þínu. Nú, ég vissi það ekki. Ekki? Já, ok, það það að segja meira. Já. Ok, það ógeðslega skemmtilegt og ef þú ekki búin að pröfa það þá myndi ég pröfa það. Þú veist, pröfa það. Já, fótbolti, Símabegur Karla, það 8 liða úrslit sem klárast í kvöld. Í handbolta, sko? Í handbolta, já. Í kvöld fram 3 leikir, Akureyri FH, sem á Akureyri, IR Haukar í Austurbergi og svo Selfoss IBF á Selfossi. Handboltafamenn, þið kíkja á þetta. Ég var að spá út af því við höfum ekkert að gera. Eigum við að fara í keppni hver getur ropað lengst? Já, ég til í. Þú sekundumælirinn eða? Nei, við bara mælum bara við erum. Klukku? Já, hann með klukku. Ok, hvenær á að segja þið byrjið? Ég skal byrja. Nei. Hvenær á að segja þið byrjið? Hvenær, segið bara þeir eru tilbúinir. Við bara ropa einu sinni. Hvað það? Hver getur ropað lengst í einu? Já. Ok. Já, 1, 2. Ég segi fyrir það. Þetta var gott. Já. Þetta verður challenge að bæta mig. Já, Þetta voru 2 sekundur. Nei, Pálmi, þú fær lengri tíma, sko, ég segi fyrir það, þú gerir aftur. Ok, byrju. Ok. Ég þarf kannski að prumpa fyrir líka. Já, Gabriel, hvernig ætlað þú að, Ég er tilbúinn. Hann er tilbúinn. Já, Gabriel byrjar. 1, 2 og núna. Hálf sekund. Nei, bara einu sinni. Upp og nýtt. Nei, ok. Já, ég var með samt lengur þú. Pálmi, þú fara að gera og ef þetta alveg afgerandi miklu betra þá ert þú sigurvegari. Ok. En Gabriel fannst þetta prófa aftur ef hann vill. Rosa tækni, já, Pálma. Ok, 1, 2. Nei, ég er ekki tilbúinn. Ok. 1, 2. Já, ég vinn þetta. Já. 1 sekunda. 1 sekunda? 1 og 20. Ok, núna ætla ég að prumpa. Nei. Já, ok, hann sagði nei. Já. En hvað strákar, er þetta eitthvað útvarpsefni eða? Já, þetta er bara Strákar, þið megið hætta þessu. Ég náði ekki að prumpa. Ég held ég að kúka í brekkunum. Herru, við ekki bara henda okkur í lag, þetta er bara komið út í ruglið. Jú, gerð það bara. Svolítið mikið út í ruglið. Eru það að grínast það? Já, góðan dag. Herru, Þorvaldur, þetta er allt honum að kenna, við ætlum að segja þetta 3 í viðbútt. Þetta er allt Þorvaldur að kenna. Þetta er allt Þorvaldur að kenna. Þetta er allt Þorvaldur að kenna. Þorvaldur að kenna. Já, þetta er allt Þorvaldur að kenna. Já. Ef að taka viðtal Þorvaldur að meina niður. Já, og þetta er allt honum að kenna. Það er spurningar. Já, okkur þetta þér að kenna. Já, að við líka svara. Af hverju ertu með allt niður, drengur? Já. Það var Vigni að kenna. Okkur varstu að stela eplunars. Ég var ekki að því. Af hverju ertu þessu? Drengur, af hverju varstu að slökka á tónlistinni? Já, af hverju fæstu þér epli? Af hverju ertu með allt niður þig? Af hverju það trubla alltaf svona fyrir okkur? Já, af hverju? Kom að prumpa inn í stúdíu og dela svo epli úti. Já. Jú, ég skal gera það. Já, verður það okkur úti. Hætti að trubla okkur allt svona. Já, ok. Ég ætla að hringi í Lars, skólastjóra, gamla, og ég ætla að segja við hann, hætti þessu. Svo ætla ég að skella á. Eigum við að taka viðtal bara? Svo ætla ég að skella á. Eigum við að taka viðtal í Lars? Ég þarf að hugsa aðeins. Ok. Er þetta að hugsa? Lögum hugsa. Ég var að hugsa í beinni. Það er ekki að vera að leggjast inn á gólfið og bara ekki hugsa. Já, herru, við ætlum aðeins að gera nokkrar auglýsingar. Ok. Já. Toyota. Svo erum við meira. Lifta.is. Já, ef þið viljið fá mig þá bara pantiði mig. Þið veit alveg hvað ég heiti Pálmi, þið bara addið mér á Facebook. Hann getur verið alla nóttina og hann getur líka bara verið 1 klukkutíma en klukkutími kostar svona 1000 kall. Klukkutími 1000 kall en auglýsing 50.000.
Fyrir fyrirtækið sko. Fyrir fyrirtækið. Og ég mjög góður í þessu, ég alveg bara frá mörg fyrirtæki sko. Hann getur líka bara auglýst persónur bara svona bara í lífinu, hann getur líka bara lappað og sagt svona persónur. Já, bara, þú veist eins og hérna, lapp, Manchester United, Keflavík, Óli. Já. Og svo getur ég líka verið Gabriel. Musi tata, hukate tita, Ciccione, Mongulo, og svo búinu kutusuta, Miel Stó og Gabriel og svo getur ég verið með Þorvald. Það er óslega erfitt samt, en ég get verið með hann. Það kostar, ég er bara með 3 svona til þess að sína. Og já, hörðu, ég nenni ekki að tala meira, þannig það er komið alla til þess að tala. Já, hérna. Yes. Erum við ekki að spá í að opna bara fyrir síma líka og leyfa þeim sem að vilja hringja inn að hringja Þetta er alveg orðið skelfilegt núna. Við veitum ekkert hvað að gera. Við verðum líka að gefa shoutout á Sóley og Caritas sem er á Metro. Ó já, ætlum við ekki að hringja í þær? Jú, ef að gera það, ef að hringja í þær og hérna þær eru á Metro og eru að fórst að borða. Ef að hringja þær? Já, hringjum með þær. Númerið hjá þeim er ekki segja já. Nei, rólegur. En hefur kvota lótt mig fóða bara? Ég ætla samt að segja það. Út af þú veist, ég er Battas. Ok. Strákar, hlustiði nú, Pálmur er að fara að segja númerið á Sóley. Ok, ef að Sóley er að hlusta og byggðist ég einlega ásökunar. Strákar, hún er á lausu. Já, strákar, hún er á lausu. Þið Bjarni bara að senda þér SMS eða... Ok, hringi hana og þannig að vera að tala, ok. Númerið 58 12 34 5, já. Ok, er þetta hringjavegnir? Og það er að vera að tala þá er ég brjálaður. Já, við aðeins. 5, 8, 1, 2, 3 og 4, 5. Þetta er ekki Dominos eða eitthvað þannig sko. Nei, Óli, er þetta nokkuð Dominos? Nei, alls ekki. Nei. Þetta er Sóley. Þetta er Sóley. Nei, þetta er Caritas, ég er að rugglast. Núna ætla aðeins með hún að svara ætla ég að anda. Nei, við... Halló? 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 Þetta var símsvari sko. Ég held hún hafi ekki svarað það. Og kannski eru núna að tala inn, ok, býta þess. Hæ, þetta er strákanir. Þú sagðir okkur að skilja þetta skilaboð, þannig við ætlum að gera það. Ok, bye. Máttu skella. Ok, ætlar ekki að reyna að hringja aftur? Jú, hringjum aftur, Vignis, þú réttar þessu. Heyrðu þú sem drópið mitt, eða heyrðu það að það var að geðvitt langt? Já, keppni var áðan, Pálmi. Já, ég veit, þetta var eitthvað svona kemur stundu. Nei. Svísar hann aftur. Já, heyrðu, ég hef komið betri hugmynd, skellt á Vignir. Heyrðu, ég var að láta fólk hringja inn og þau að gera óþægilegsta hljóð í heimi. Þannig að fleiri hlusta. Ok, þið megið hringja inn, það er aðna 490-0197. Ef þið erum óþægileg hljóð, þá hringið inn. Já, og ég er meitt. Vil ég virkilega heyra það? Nei, takk. Nei. Engin? Nei. Ok, hringið þið þá inn. Ef ekki bara skellur lag á meðan? Jú. Svo svöruðu einhver svarar.